Komið sæl, það sama veðri hjá okkur svona dag eftir dag, strekkings austanátt og svona úrkoma aðalega þá bundið við austanvertlandi. Það eru djúpar lægðir hér, sveimi hér suður í hafi, ein hérna sem herjar á Bretlandseyjar og Írland, en sjáum að það svona svipað veður hjá okkur næsta sólarhringinn og verður það líka næstu daga, má segja. Vindurinn verður svipaður á morgun og það verður svona hvassviðri, jafnvel stormur syðst á landinu. Við sjáum að hitafarið líka svona svipað, kalt áfram hér norðan til í álfunni í Evrópu, en við erum svona í tiltölulega mildu hér allavega svona sunnan til landinu en svona nálægt frostmarki fyrir norðan. Skoðum svo þróunina, þá sjáum við það einhver él eða skúrir hér austan til landinu í kvöld og nótt. Stormstyrkur hér úti við ströndina hér syðst og verður nú hvassast svona hér undir Eyjafjöllum og svo í Öræfum. Og þar verður líklega stormstyrkur og svona nokkuð öflugar hviður. En annars staðar þetta nú svona bara ákveðin austanátt, já, svona víða strekkingur eða allhvass vindur og gæti orðið svolítið hviðótt svona við fjöll hér vestanlands undir Hafnarfjalli og Kjalarnesi til að mynda. Við sjáum hitinn, hann breytist ekki mikið og það svona verið að spá svona kannski vægu frosti svona inn til landsins eða allavega það sem hann að létta til og lægja. Úrkomu lítið, það kemur svona smá úrkomuband á fimmtudaginn, mjög veikt og svona deyr eiginlega út, en svona kannski heldur meiri úrkoma á fimmtudaginn hér austan til landinu og jafnvel eitthvað viðlóðandi hér við Eyjafjörðinn og svona nálægt því að vera slitta líka, en hitinn breytist ekki mikið og má segja að það verður bjart á morgun en svona þykknar aðeins upp tíma á fimmtudaginn vestanlands, en annars svo aftur bjart á föstudaginn, veikt svona úrkomuband hér austast, en annars gerir það nú ekki mikið og síðan svona kannski þessi flækjumáli að það þegar lægir og léttir til að þá svona verður meiri útgeislun og þá gæti kólna svolítið, þó almennt séð svona hiti í lofti ekki að breytast mikið. Og sjáum svo stóru myndina svona fram á laugardag, að þá eru þar ennþá hér á sveimi, svona hæðin svona farin að veikjast hér norður eftir, en svona kemur svo aftur, leikur svo aftur frá Grænlandi svona og heldur á móti svolítið áfram, en það er svona aðeins kólnar ef eitthvað á laugardaginn og hvessir aðeins, en við liggjum áfram í austanáttunum, en það svona kemur smá hlé á hvassviðrinu hér syðst á landinu svona í lok vikunnar svona og svona helgina, en gæti svo hvesst aftur. Í Evrópu þá mjög skæð lægð að fara yfir Íberíuskaga, hún er búin að fá nafni Kristín, en hún verður mjög skæð og það eru víða viðvaranir í gildi í Portúgal, sérstaklega rauðarviðvaranir þar, en hún verður komin svona yfir Íberíuskaga seinni partina á morgun, en kemur inn á Íberíuskaga svona núna í nótt. En sjáum þarna úrkoman þá aðlega hérna við Miðjarðarhafið, kalt áfram í Skandinavíu og ekki mikil úrkoma samt. Dregur eitthvað úr úrkominni í Bretlandseyjum, en það verður svolítið vindasamt þar áfram. En síðan í Kanaríum þá sjáum við það hiti í kringum 20 stig, eða rétt rúmlega það og skýja með köflum. Búið að vera svolítið hvasst þar og viðvaranir vegna öldugangs og háar öldur þar áfram eitthvað. Él hér og kalt loft sem leggur hér langt suður eftir og verður kuldakast í Bandaríkjunum næstu daga og hættulegu kuldi, sérstaklega hér í norðausturhlutanum. Og síðan nú svona mun hlýrra hérna við vesturströndina, en það svona rigning í Seattle eins og svo ofta áður. En svipað veður á morgun, hvassviðri eða stormur hér syðst, en annars þetta svona strekkingur yfirleitt. Látum þetta gott heita í bili. Verið sæl.